Við höldum áfram hér í föstudagsþættinum sem tekin upp hér í Pakkhúsinu á Akureyri. En Akureyri hreinlega að springa. Það komið svo margt fólk í bæinn og hér iðar allt af lífi. Haukur, þið eru með unglingalandsmótið hér fyrsta sinn á Akureyri. Eru þið búin að sprengja allar mettölur bara í aðsókninni eða hvað? Já, við erum með mesta fjölda þáttakenda. Það eru 2200 sem eru skráðir þáttakendur og við teljum að sé allavega 8-10.000 mann sem að fylgja þessu og svo jafnvel meira sem að koma og heimsækja okkur í tengslum við mótið. Já. Þetta bara jákvætt vandamál. Já, það ekki, þetta lúxusvandamál að díla við það. Áður síðasta unglingalandsmót var haldið á Sauðárkróki og það þótti margt að þanga komið 1500 eða hvað var það? Já, það var rétt rúmlega 1500 keppendur. En stærsta mótið var haldið á Selfossi 2012. Já. Og það var mjög flott og viðamikið mótið með rétt 2000. Þannig að við erum búin að skáka þeim. Já, ekki svolítið. Það bara jákvætt. Það ekki svolítið gaman. Jú, það mjög gaman sko. Já. En maður sér það að það iðar alltaf lífi og fólk að koma til bæjarins og greinilega það sem þið eru að stefna að þetta sé fjölskylduhátíð eða fjölskyldumót. Það ekki að virka? Jú, ég held að sé að virka mjög vel og þetta bara mjög jákvætt að fólk komi og sé með allri fjölskyldunni. Þetta eitt stærsta forvarnaverkefni sem í gangi á Íslandi. Þessi unglingalandsmót og hér líka hátíðin ein með öllu sem líka fjölskylduhátíð, þannig að við erum að sameina krafta okkar á mörgum sviðum með það að taka á móti fjölskyldum á allan hátt og sem það að keppa eða bara fá að dvelja hér með okkur. Já, þannig að svona yfirbragðið á Akureyri með rauða hjartað og allir hjartanlega velkomnir, þetta alveg að virka? Þetta svo sannarlega að virka. Já. Og ég held að ef að fólk vill njóta sín helgina án vímuefna þá þetta klárlega staðurinn. Þú situr í bæjarstjórninni á Akureyri. Vafðist þetta eitthvað fyrir ykkur að sækja unglingalandsmótið af því að það fer ofan í þessa hátíð eina með öllu? Nei, við vorum auðvitað tilbúin til samvinnu. Það auðvitað UFA sem að sækja þetta. Já. Og heldur þetta í samstarfi við UMFI og okkur. Og okkur hefur í langan tíma að fá þetta hingað til okkar. Já. En þetta ein með öllu hátíðin sem fjölskylduhátíð hefur svolítið staðið í skipuleggindum. Varðandi að sameina þessar hátíðar. En við höfum bara öll lagst á eitt og þetta bara virkilega, þetta að ganga upp hjá okkur, þetta allt að smella. Það allir glaðir og allir jákvæðir og veðrið bara í besta lagi hérna. Já. Ekki alltaf lagi með það, ég held að verði sól hérna. Alla helgina, já, ég trúi því. Það hefur allavega aldrei klikkað, held ég, á unglingalandsmóti hingað til. Sólin alltaf látið sjá sig. Já, mér skilst hún Elti Ómar Braga, sem framkvæmdastjóri. Já, ég heyrt af þessu. Og það náttúrulega líka bara sól í hjarta og þá sól í sinni. Já, og svo líka bara, ef það fer að rigna þá verðum við bara að klæða okkur eftir veðri og brosa. Já, en munið þið eftir því sem krakkar að þið hafið, munið eftir voru mikilli rigningu, það veðri sem að maður man eftir sem barn, eða maður ekki að muna eftir einhvern veginn allt öðrum hlutum? Jú, ég held það. Ég las nú eina grein í blaði hérna varðandi unglingalandsmótið, þar sem að einn keppandi var að rifja upp unglingalandsmótið sín. Já. Og þar tókum fram að á einu móti hefði helli ringt, en það sem stóð upp úr var það að það vantaði línur á hlaupabrautina, en þetta hefði verið rosalega gaman. Sannlega hefur þetta verið Stykkishólmur 2002. Svo dísi til hafið haldið. En einmitt talandi þetta eru krakkar 11 til 18 ára sem að hittast. Sko, það margir segja mér það að það sé svo gaman að þurfa ekki að vera í liði, heldur að koma á sínum eigin forsendum. Finnir þú til dæmis fyrir því að það sé eitthvað sem að laðar að? Já, ég held að það sé mjög jákvætt að það ekki verið að koma í einhverjum félagslegum hópum frá FH eða einhverju öðru félagi. Heldur bara að getur koma hver sem 2 úr Hafnarfirði eða 2 frá Akureyri og 1 frá Húsavík og búið til eitthvað knattspyrnulið. Já. Og svo þetta kannski bara vinir í framhaldi af því, bara til langs tíma sem bara mjög jákvætt. Ég held að þetta sjónarmið sé
við þurfum að kynna það enn meira, því að þetta svo jákvætt fyrir bara samfélagið. Og ég tel líka að þetta sé bara mjög gott upp á það að vekja áhuga barna og unglinga á því að fara að stunda meira íþróttir. Já, kannski ekki minnst það. Nei. Að geta farið og bara prófa allt mögulegt. Já, að þetta svo fjölbreytt og svo marga greinar og öllum boðið að koma og prófa. Hvað það marga greinar fyrir ekki að grípa? Þetta eru 28 greinar sem eru keppt í núna og svo ég best viti þetta fjölbreyttasta unglingalandsmót sem haldið hefur verið. Og einhver svona kynningagrein sem á þessu móti? Já, það hefur verið til dæmis með pílukast, keilu og götuhlaup og eitthvað sem eru svona pröfugreinar eða kynningagreinar. Síðan eru náttúrulega þó nokkrar greinar sem hafa aldrei verið eins og handbolti sem á nú mjög góða rætur og sterkar hér á Akureyri og margar fleiri sem hafa aldrei verið boðið upp á. Við eigum svo svakalega góða aðstöðu hér á Akureyri sem Akureyrarbær hefur byggt upp. Við getum boðið bara upp á allar þessar greinar og við leituðum til margar aðildarfélaga innan IBA að taka að sér einhverja greinar og bjóða þeim að sjá þær og þá voru bara mjög margir tilbúinir að taka að sér að sjá einhverja greinar. Það bara mjög jákvætt. 28 greinar. Sko, erum við þá að tala líka ræðukeppni eða hvað framsögn eða hvað við með? Það upplestur. Það upplestur, já. Og stafsetningakeppni, það ekki? Jú. Og fjöldinn allur, en það má heldur ekki gleyma því að það ýmislegt í boði líka fyrir 10 ára og yngri. Já, segðu það. Þetta þetta fjölskylduhátíð og það ekki eingöngu einblínt á keppnina sem slíka, heldur líka bara samveru stundir með fjölskyldunni. Og það verða þrautir fyrir 10 ára og yngri, einhverja sundþrautir og svo allskis afþreying. Það verða kvöldvökur núna á hverju einasta kvöldi í stóra samkomutjaldinu okkar upp á Rangárvöllum. Þannig að það alveg fjöldinn allur í dagskránni sem hægt að nálgast inn á umfi.is og svo erum við líka að vinna þetta saman með fjölskylduhátíðinni einni með öllu og það líka hægt að nálgast upplýsingar þar ein með öllu.is. Og það sko þú talar kvöldvökur, það semst dagskrá, þú getur verið að gera eitthvað frá 8 á mótnan til 12 á kvöldin. Já. Heila annars að stoppa. Og veitingastaðir og verslanir eru tilbúnar fyrir þetta eða hvað? Allir klárir í bátana? Veit ekki betur. Já, það kvöldvökur líkur á miðnætti á okkar. Síðan tekum bara hefðbundin. Og þær eru upp frá eða upp? Þær verða upp frá nema loka kvöldið. Þar saminumst við á sparitónleikum hérna á flötinni við samkomuhúsi með hátíðinni einni með öllu. Þar verða tónleikar og svona mótslit. Og það á sunnudagskvöld? Það á sunnudagskvöld. Já, þannig að fólk getur svo bara bakka saman á mánudegi og farið heim eða verið hérna áfram. Já, eða verið áfram. Já, eða fara annað Norðurland. Sólin á heima hér. Já, ekki, sól í hjarta. En þið ekki bara spennt? Þið nokkuð þreytt svona eftir allan undirbúningin? Nei, ég svo ágætlega í nótt. Ég full tilhlökkunar. Ég hlakka mikið til og ég veit að ég ekki svo eina sem hef hlakkað til, heldur eru börn sem eru að bíða eftir þessu spennt og fjölskyldur sem hafa skipulagt þetta með löngu fyrirvara. Já, gistiplás, nóg tjaldsvæði, það nóg stórt og rúmar það alla? Já, ég veit ekki betur, við erum með nýtt tjaldsvæði upp á Rangárvöllum, þar sem við höfum lagt mikið metnað í það að byggja það upp fyrir mótsgesti, svo erum við með tjaldsvæðið á Hömrum og fleiri tjaldsvæði hér í kring, þannig að það ætti nú að vera pláss fyrir alla. Það finnst blettur. Það finnst blettur. Já, þetta verður spennandi að sjá og verður náttúrulega gaman að fara svo yfir þetta þegar þetta búið, hvernig þetta fer svo saman, hvort að fjölskyldur ekki bara einbeittar í að njóta helgarinnar saman, vímulaust og vandræðalaust. Jú, það ekki? Jú, ekki bara heit á foreldra og fjölskyldur landsins. Við skulum gera það. Ég minna bara á mótsetningunum sem í kvöld klukkan 8 og hvetja alla til þess að mæta og hún verður á Þórsvellinum og þar er stór stúka og nóg pláss í brekkunum eða við teljum það, við vonum að hún fyllist bara all brekkan. Þetta verður bara gaman. Það líkilatriði að hafa gaman, allir að skemmta sér á jákvæðum nótum. Já, góð lokaorð og við bara förum brosandi inn í þessa helgi og bara takk kærlega fyrir að koma. Og hér á eftir ætlum við að fá fulltrúa frá hátíðinni einnig með öllu til þess að ræða við okkur aðeins hvernig þetta fer allt saman.